Gott kvöld, velkomin í Fokkfréttir. Reykjavíkurborg lagði nýlega 600 milljónir króna göngubrú yfir Sæbraut. Það reyndar ekki Fokkfrétt, heldur ísköld staðreynd, en við hljótum nú að læra af reynslunni. En í dag var ný stefna stjórnvalda í loftslagsmálum kynnt undir yfirskriftinni Við ætlum kannski að gera eitthvað. Aðgerðirnar felast meðal annars í að prenta plakött með orðinu grænt og hengja þau upp í ráðuneytum og stofnunum. Talsmaður segir Ísland þar með hafa tekið stórt skref í því að standa við sinn hluta Parísarsáttmálans. Samkvæmt nýrri reglugerð má fólk nú velja á milli þess að fá tíma hjá geðlækni eftir 8 mánuði eða fá strax afhendan lítinn stein með áletrun þegar lífið verður óbærilegt. Steinninn kemur í 2 stærðum og með ýmsum skilaboðum eins og ekkert stress, verið hress og ég mæti í vinnuna en græti í bílnum. Nánari upplýsingar eru inni á Heilsuveru. Í tilraun til að hvetja til sjálfbærni ætlar Kópavogsbær að stöðva sorphirðu fram að áramótum. Bæjarstjóri segir fólk þrá meiri meðvitund hvaða hendir miklu rusli og hvetur það til að þegja og þjappa. Og þá að veðri. Gul veðurviðvörun í gildi allt land, hið klassíska RRR, rigning, rok og ráðaleysi. Þetta voru Fokkfréttir kvöldsins, við minnum á að þú getur ekki flúið kerfið.